Já, kæru pingjuvinir, það Arnar Þór sem talar. Ég vildi bara rétt aðeins koma inn á það að við vorum að opna fyrir nýskráningu inn á póstlista hjá okkur sem heitir Pingjubandalagið. Þannig að eina sem þú þarft að gera að fara núna inn á pingjan.is, skrá nafn og netfang og svo eru 2 spurningar skemmtilegar, léttleikandi sem viljum hvetja ykkur til að svara. Og já, annars segi ég bara góða hlustun. Já, kæru hlustendur, þið eru að hlusta á föstudagskaffi. Velkomin út í bíl. Með Lavazza á milli lærana væntanlega. Hækka aftur í laginu, leiðu fólki bara að hlusta á þetta. Við höfum ekkert betra að segja en þetta. Herðu, já, kæru hlustendur, eins og heyrið þá er stuð okkur strákum. Það stress. Við erum hérna frussandi Lavazza upp alla veggi, það engin stúri frá túrin, þið eru farin að þekkja þetta. Já. Og við gerum ráð fyrir að þið séuð í þessum kjöraðstæðum líka með Lavazza við hönd eða á milli læra. Nú... það stress í okkur, hann að koma bara frá Ísnik. Já, herru, við einmitt ætlum að fá til okkar hérna gest frá Ísnik sem að hafði samband eftir síðasta þátt. Og, hann var bilaður. Nei, hann var sáttur með þetta en hérna við höfum líka bara áhuga að vita hvernig, þú veist, þetta fungerar allt þarna og ég held að þetta gæti orðið áhugavert að skipta þættinum upp í hérna, já svona, fara kannski aðeins yfir fréttir og svo fá hann í seinni hlutunum. Já, tökum léttleikan fyrst. Já. Svo látum við bauni úr okkur. Hann að fara að taka okkur á lífi. Já, þú veist, það bara... Ég hef aldrei fengið annars aðhald. Það er komin tíma á aðhald núna. Við höfum alveg sloppið furðulega vel við allavega eitthvað skítköst. Já. Nú ekki mikið verið að fá að þeim, sko. Ætlum við séum að standa okkur bara ágætlega. Já, gruna það, sko. Gæti verið. Það var gaman að fá hann. Hann er ferskur. Já, þau voru ekkert óanað með þetta, sko. Nei. Enda líka, ég minn ekkert út á þetta setja. Þetta er bara vefsíðusala. Já. En svo, sko, fréttir vikunar, svo við byrjum nú kannski aðeins bara á þeim. Já. Maður sé nú bara hérna, strax þegar maður fer inn á einn af þessum viðskiptafréttavefum hérna, það bara blasir við manni fyrirsögnum. Óveðurský yfir hagkerfi heimsins. Já. Ég myndi, þú veist, þetta er náttúrulega helst Evrópa, sko. Það er náttúrulega orkuverði farið að taka fram úr leiguverði, þannig í Bretlandi. Heyrðu, það er alltaf fátt í fjandans. Það er alveg galið, sko, og það er bara allt í steik. Og þú veist, það er kannski eitthvað sem að væri verðt að taka fyrir í næsta föstaskaffi, bara aðeins að kryfja hvað er að gerast í það þarf að kíkja á þetta, sko. Evrópu. Já. Því að þú veist, það hallar á Evrópu. Ég var bara svona nýlega að komast að því, en við höfum kannski alveg tíman í að fara í það í dag. Og þú veist, ég myndi segja að þetta væri áhyggjuefni, segi. Sko, já, klálega. Og eitthvað sem að Ég var í veiði með einum góðum dreng sem býr út í Hollandi. Já. Veist hvað hann er að borga orku á mánaði? Nei, eitthvað miklu. 270 evrur. Já. Húshitunarkostnaður. Já, shit. Í einhverju skítabæli í Hollandi. Það er miklu meir í Bretlandi, sko. Já, en sko hann sagði, það er bara viðbúið að þetta er bara byrjunin. Fólk er bara til að eiga fyrir steikinni hérna. Það er að byrja að spara til þess að eiga í rafmagnið í ofnin á aðfangadags. Það er bara þannig að fólk er hægt að þvo í þvottavélum. Já. Og það farið að þvo bara handþvo og bara þurrka það, þú veist, bara svona airdry, skilur. Já. Og þetta er svo sturla ástand og við höfum það samt svo gott hérna því að við erum náttúrulega bara með lokað orkukerfi, skilur. Já, akkurat. Bara endur nýjanlega orku. Endur nýjanleg, ekki nýtanleg. Það er vist munur á því. Já. Endur nýtanleg orka og svo endur nýjanleg. Það er góður punktur. Ég hafði ekki leitt hugan að því. Nei. En við höfum allan að gott og við hér á Íslandi þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessari orkukrísu en vissulega gæti þetta á einhvern hátt flust til okkar auðvitað. Þú veist, við erum að flytja inn einhverja vörur sem að krefjast orku. Já, ég ætlaði líka svolítið að koma inn á... Einhverja vinslu sem að er háð orku, þannig að... Já, þú veist, þetta sem þú veist að nefna með... Hvað sagðirðu? Heimskerfið bara... Já, bara fyrirsögnin er í rauninni óveðurský yfir hagkerfi heimsins. Já. Ég gat svolítið sé þetta gerast núna fyrir nokkru dögum þegar ég sá fréttir að annar stærsti kvikmyndahúsarís í heimi og er á bara með gjaldþrots. Já. Þarna Cineworld, varstu ekki búin að segja þetta? Cinema World. Nei, þeir eru komnir í gjaldþrot á stöðun og ég var náttúrulega nú bara að spyrja ekki þú og einhverju kúrikar að sjorta þetta núna? Þið netbanka kúrikarnir.
Þið eru að spila á fiðluna með hana. Maður hefur nú tekið stuttastöðu en ekki í þessu. Já, skuldum 5 milljardar hérna stendur. Ég var ekkert búin ég fór bara að velta fyrir mér. Þetta ekki svo sem Árni Sæmer í stjórn. Manstu þegar við tókum bíóhúsi? Nei, það var það ekki stærsta? Stærsta, þetta næst stærsta. Þetta nefnilega alveg, þetta svakalegt. Fjallum 60% bréfin síðasta föstudag. Já. Þarna var ég að veðja á að þú væri bara að flagga í hálfa einhvers staðar, bara alveg hoppa kampaðinu. Já, skortselja. 28.000 starfsmenn en þetta svolítið manstu þegar Lehman og allt drasli fór að falla fyrir hrun? Já. Þá, menn segi í dag, við áttum að sjá það þá að það væri að fara að falla. Já. Ég sé það hér. Segi og skrifa. Þú tekur ábyrgð á því. Já. Hinn óábyrgi tekur ábyrgð núna. Já. Nei, heyrðu, þetta heitir Signworld, ekki Cineworld. Þannig að Signworld. Ég er bara sá óábyrgi fullirðir. Já, að þetta sé... Það líka alltaf gott. Sjort. Þegar þú ert að vaksa sem persóna. Já. Að byrja að setja greini á þig. Já. Þannig að ég ætla þá að byrja að kalla mig Nei, ég man ekki svona hvað ég ætla að kalla mig. Nei. Fullyrðingarinn. Já, svo óábyrgi Fullyrðingamaðurinn. Nei, heyrðu, þetta slæmt. En já, þannig að þú ert komið með default swap á þetta bara og ætlar að... Já, ég er búin að skortselja þetta fyrir mig. Það alltaf haldið fjandinn. Gott að vita. En annars svona, ég rak nú upp stóru augu þegar ég sá Sláturfélag Suðurlands hækkaði 71% núna í vikunni á einum degi. En svo komst ég að því að það hafði nýlega lækkað einhver 40% í viðskiptum hann rétt á undan. Og þetta var í rauninni kvala viðskipti, Þetta viðskipti sem hljómið upp á 632.000 rúma hluti á genginu 1,7 sem gerir rúma 1 milljón krónur. Og í þeim viðskiptum sem lækka bréfum 40%. Þetta 1 milljón krónur. Svo voru viðskipti núna yfirstandi viku eins og ég var að segja á þann fyrir 20.000 krónur sem hækkuðu gengið upp í 2,9 sem 71% hækkun. Eitthvað þetta arpa á þessu? Getum við grætt á þessu? Nei, engin ráðgjöf og allt það, en þetta bara, þetta svo mikill pennistokkur. Já, það lítur einhverstaðar að vera hægt að hagnast á svona. Já, ég veit, þetta bara svo lítið viðskipti, veldan, 20.000 krónur að hækka gengið 71%, þetta bara vitleysa. Eru þau ekki líka bændurnir að tala því að þetta veri skráð bara af markaði? Aha. Já, svo segir sagan. Já. Þannig að ég held að það sé alveg nokkuð nærri lagi. Þetta heldur myndalega sveiflur í þessu maður. Þetta bara svo jarðskjálftamælir. Heyrðu? Yes, já. Varst þú með eitthvað annað? Já, það var önnur frétt 800 milljónir í fröllutoll. Síðustu 2 ár. Já. Alltaf við ræddum þetta í þættinum hvort það hefði verið með Hjálmari þegar Þykkvabær var að hætta framleiðslu. Við vorum svona allir sammálum og okkur væri alveg sama. Já, nema mér því að hér er neytandinn. Ég er alltaf á neytandavaktinni. Já, við vorum saman með þessar frönskur sem voru að hætta. En við viljum náttúrulega tollinn burt. Já, tollurinn 76% á Íslandi sem gjörsamlega galið. Og það er ekki verið að slá skjaldborgum neitt núna. Því að Þykkvabær er hættur. Já, að framleiða franskar. Já. Og það var talað, það er talað að þessi tollur sé bara verndartollur. Já. Þannig að en íslenski neytendur hafa greitt vissulega 800 milljónir króna í tolla frönskum frá 2020. Kemur fram magnið eða? Nei, þetta er bara við getum reiknað þetta sláði upp. Já, við getum reiknað verð per kíló sem við erum að borga aukalega. Þetta. Já, það er hægt. Vilt þú gera það núna? Já, en nú þurfum við enn og eftir að passa okkur. Það er verkefnastjóri hjá MS rífur alltaf upp pennan þegar farið að gagnrýna tolla. Hefur ekki séð þetta? Ég man ekki hvað hún heitir. Það er einhver alltaf á vísi brjáluð yfir að þessi verið að gagnrýna tolla. Já, einmitt. Ég hef séð þetta. Já, heyrðu, yfir í eitthvað léttleikandi. Þú ert með eitthvað svona sem tengist kannski aðeins umræðinni. Já, við erum að fara að hitta einn mesta lénabraskara Íslands. Hann vinnur hjá Dómin. Nei, Ysnik. Svo ekki fara að kalla hann lénabraskara. Ég held að bara megið ekki eins og niður. Nei, en við gröfum það upp úr honum. Ég fór að spá í. Þetta er bara iðnaður. Að menn sé að kaupa og selja þetta drasl. Ég segi ekki drasl. Þetta er bara risa markaður fyrir þetta. Svona... Ég fór að hugsa, hefur þú reynt að kaupa lén sem vantar undir eitthvað? Hefur þú ekkert? Já, nei, ég hef bara keypt lén sem eru til. Eða sem sagt laus. Já, ég hef lent í því, þetta var galið. Það var verið að rýbranda þarna Operation og vantaði þessa stafi. Já.
og ég hringi í mann sem var með sko lénið, segjum bara fbb.is þetta var eitthvað þetta var .is lén já. Ekki búið, þú veist, þetta var ekki búið að vera í operation í 4-5 ár og segi bara, blessaður, yngu hérna, herru, við vorum spá, getum við keypt að lén bara 1 milljón bara 1 milljón þannig að þú veist, verðvæntingar fólks fara bara algjörlega út fyrir kortið ég held að við hefum nú endað að kaupa þetta eitthvað nálægt því, sko, eitthvað aðeins niðar það var eitthvað bytta, það var úr mínum höndum ég ætla að fekk að heyra þetta er bilaverð byrjar þetta á A og endar á D? Nei, ekki alveg Okay. En en það er sama, ég var að vinna á bókun það var held ég einhver Japani sem átti bókun.com við vorum alltaf bókun.io og það var þeirra TripAdvisor sem keypti þá held ég að loksins hafa einhver tekist til og pungað út og keypt bókun.com fáum kannski Sindra, hann hlustar á okkur Er það þekkt kaupverð eða? Fáum kannski bara Sindra til að kommenta á það ég held að hafa alveg verið einhver skildingur sko. En, talandu þetta, ég ætlaði bara að vera hérna út af þau erum að fá lénabraskara tala dýrustu lén sem vitað .com lén Ertu með mér á tánum með það? Ég er á tánum Það sem er steikt við þessa frétt á ekki bara að byrja á toppnum Jú að sko það er tekið fram 25 dýrustu lén publicly reported og svo er þessi secondary þú veist Já sko public reported já bara einhver segir við vorum að kaupa þetta Svo er hérna svona ská public að þeir finna í SEC filing á móðurfyrirtækinu Gannet.co hvað þeir seldu eitt lén á Viltu giska hvaða lén það er? Þetta er eitthvað í hug, hvað eru verðmæt lén? Ég myndi halda að þú veist að bara einstafa lén séu mjög verðmæt Já, góð pæling En þú veist, ég ætla samt að koma með þá staðreind að öll 4stafa.com lén í heimi Eru farin? Já, ég er búin að heyra það En ég myndi halda, þú veist, og svo bara eitthvað yes.com Hugsa einhvern iðnað Næststærsti eignamarkaðar í heiminu Við erum að kíkja á þetta Við erum að kíkja á þetta Bíla, Cars.com Cars.com valjút $872 milljón og þetta er tekið úr sem sagt bara SEC filing hjá móðurfyrirtækinu Gannet En svo ætla ég bara að renni yfir listan Veist, þetta er sturluð upphæð fyrir lén Svo er ég komin núna yfir hérna domain names public reported þar sem einhver segir sjálfur frá því en þú þurftir ekki að sækja þannig að það er örugglega ansi stór skali á milli 872 og 49,7 sem er hæst hérna carinsurance.com öðru insurance.com þriðja vacationrentals.com Svo hérna, hvað eru að fara í þinn Vacationsrental.com Hvað var verðið á því? $35 milljón Private jet, $30 milljón Svo eru við komnir hérna í við getum nú ekki sagt þinn heima bæ en þú nefndir svona í þessa andrá hann daginn, sex.com Það er á 14 Ég þegiðu fyrir þá sem ekki vita þá fór ég á shit.com í miðri upptöku hérna því að Yngvi sagði shit.com það var djóki og ég hvet hlustendur ekki til að fara þangað inn sko. En svo er eitt hérna áhugavert af þessu, þú veist, svo er þetta bara shoes.com, porno, FBA, business.com beer.com Ísrael á Ísrael.com eða það er einhver sem á Ísrael.com og það var keypt og selt á $5,8 milljón Pældi að þú varst snemma í þessum leik sko. Þá er bara eins og með allt átt fljótur inn þá sko líka, getur þú exita vel Economics á þessu hérna á Íslandi ERR-ið, tökum internal rate of return á þessu þú borgar 5 og 9 fyrir lénið og það getur legið dautt og þú veist, dautt í 10 ár þá ertu búin að eða hvað, 59 skall í þetta selur á 300 skall hvað er irrið á þessu taktu þetta á einhverjum skalakalli minn heyrðu, ég ætlaði bara að segja hana opinbera ég á náttúrulega eitt lén.com og ég fór í hérna domain valuation ég á poolpooper.com sem ég keypti á heldur $20 og það er estimated value í dag $1,100 ef ég myndi fara inn á GoDaddy það er alvöru fjárfesting en út því ég er Íslandsvinur þá ætla ég bara að bjóða fólki að gera með tilboð ég ætla ekki að setja þetta í sölu þetta er bara vix.com hérna uppsetning á þessu byrju, er síðan ennþá í gangi? Nei, það er bara ég var með þetta á Vix ég þarf kannski að henda henn upp bara eins og þegar maður sýnur opið hús þannig að fólk þarf að sjá innihaldið þú ert allan með einhvern plattform hérna ef einhver vill kaupa
Já, klálega. En En þá ég bara, þú veist, það ekkert meira... En hvað sagðir að dýrasta hafi kostað? Sko, þetta svo steikt þegar maður dettur inn á þetta enda frétt frá GoDaddy, þannig ég treyst þessu. En þau segja dýrasta, 872 milljónir. Shit, ég bara trúið ekki. Út af því að það einhvern veginn eins og að sé unreported. Og svo með bara publicly reported. Og það skalinn Car Insurance $49,7 million. Og niður í alveg bara slots.com og 5,5. Hvað var cars.com? 872. Já, það var það, já. Alveg veikt, sko. Já, svo þú veist, það svo fjárfesting bara, kannski að hann hafi skilað sér. Heyrðu, það kannski, ef fólk vill fara dýpra, þá þeir að kvóta þeir takit af síðunni dnjournal.com for weekly domain sales reporting. Þannig einhverju meistarar. Og mest seldu lénin þessa vikuna Já, sé ég að vera að selja connect.com síðustu viku. $10 million, bara private sale. Shit. Call.com, Connect.com. Þetta eitthvað svona LinkedIn pæling, þetta Connect.com. Já. Sýnist mér, bara svona í stuttu fljótubræði, sko. Já. Athyglisvert. Já, þetta en eins og ég segi, það hægt að hafa vel upp úr þessu, en núna í dag þetta meira spurning að sko vera heppinn að finna eitthvað eins og einhver átti facebook.com áður en að Mark Zuckerberg. Já, Zuckerberg. En þú veist, það var ekkert value í facebook.com. Nei, akkurat. Nema bara, þú veist, þetta eitthvað helst, já, en þetta bara eins og heyrðir. Ég hef búin að heyra þessa sögu af COVID-19. Já. Bara leið og COVID-19 kom, þá keypti einhver. Já, þetta einmitt meira eitthvað þannig, sko, þú veist, í dag. Þetta ekkert, það bara búið að taka allt sem er value bara svona, sem við þekkjum, auðvitað. Já. En þetta spurning að ná einhverjum, þú veist, einhverju léni og það einhver business sem kannski ekki komið heimasíðu eða eitthvað. Já, en bara huge potential í. Býtu, heyrðu, var ekki sama með flugfélagið þegar það var stofnað? Annarkvort Play eða VAP. Já. Að þeir voru að skrá léni. Þau náttúrulega með flyplay.com, sko. Já, ég held nefnilega að sé einhver annars Play.com bara of dýrt, sko. Settu það inn í valuationið. Play.com. Play.com. Þetta skemmtilegt. Ef að Play myndi nú ákveða að fara að fjárfesti þessu. Já, þegar þau eru búin að sölsa undir sig heimsmarkaðin í flugi, þá geta þau fara að leika sér. Það bara flyplay.is. Hérna þetta, GoDaddy, Domain Appraisals, Play.com, Get Value, 25, já, stendur bara estimated value more than 25,000. Þannig að þú áttu örugglega dottinn á einhvern auction-mark eða bara svona tilboðsmarkað þar sem að... Já, ég myndi áætla að þetta væri klálega, meira virði en 25,000. Já, klálega. Þetta eitthvað rakuten.co.uk sem á play.com. Já, Rakuten, það eru flottir. Eitthvað verslun, eitthvað svona heild... Þetta eitthvað risastórt japanskt dæmi. Já. Herru, ég ætlaði nú reyndar að fara í eitt sem ég bara kemst ekki því að gesturinn mættur. Já, Lena Braskarinn. Lena Braskarinn. Já. Við skulum fá hann til okkar og ætlar að segja þegar við byrjum að tala við hann og hafa talað illa hann áður en hann kom. Nei, við erum ekki að tala. Hann góður. Hættu þessu djóki alltaf. Þetta eru fjör. Já, bye. Og meðan við býðum eftir gestum, þá langar okkur að sjálfsögðu að koma inn á samstarfsaðila sem við erum með Og það fyrst og fremst Landsbankinn. Já, Landsarinn. Það eru auka krónurnar. Sko, nú ég búin að vera að skoða úrvalið. Þetta náttúrulega þetta eru bara, ég ætla ekki að segja öll fyrirtæki landsins, að þetta bara svona, það nánast þetta garantera það, þú veist, þú þekkir. Ef þú þekkir eitthvað fyrirtæki, þá það þarna. Já. Og þú veist, þetta Apotekarinn, Ólís, 66 Norður, Gólbúðin, Hótel Rangá, Smárabíó, Bæjarins bestu. Veitu hvað var þetta þriðja síðan sem þú sagði? Hótel Rangá. Já, hvað það? Nei, ekkert svona. Það Cheffa hótel. Þú hefur nú verið þar. The Chefs, nei, ég hef aldrei komið. Já. En þetta bara spurning auka krónur, bara hætta hugsa að byrja að spara og byrja að spara. Já. Þetta svo mikið svona, ég kíkja á þetta setna, en þú veist, farðu og kanna þetta núna. Já. Auka krónur á Landsbankanum. Ráði. Baga. Baga. Já, Gústi. Gömlu Lækjabrekku. Alltaf 2 ástæður til að mæta. Alltaf 2 ástæður til að mæta, þið eru farin að þekkja þetta. Það hefur verið að baka á mótnana. Já. Og það hefur verið að baka eftir hádegi. Og kvöldin. Já, bestu vínabrauðin í bænum síðan. Ég hef nú komið inn á áður. Croissant vínabrauðin, þetta alveg yfir náttúrulega gott dæmi. Já, kíkja á þetta möndlusmjör stótt þarna. Já. Var þetta kannski ekkert möndlusmjör?
Hvað var þetta? Þetta er croissant vínabrauð, þetta er bara best sem ég smakka. Það var eitthvað möndlut. Hann gaf okkur að smakka þetta er bara, mæli með. Mjög gott. Líka á kvöldin. Neðst á Laugavegi. Já, verið velkomin aftur á viðtækjunum. Við erum komið með frábæran gest til okkar. Það er hann Þór Jensen, lénabraskari eins og Yngvi sagði þetta áðan. Þór, þú ert ekki lénabraskari, það nokkuð? Nei, það var ég hans illa síðan ef ég var í lénabraskari. Ég segi það. Ertu innherji? Telstu sem innherji? Ég er innherji, já, ég titlaði þjónustu og markastjóri í Ísnik. Þannig að það var hans illa síðan ef ég var að braska mikið með lén sjálfur. Já, klálega. Þannig að þetta var rangfærsla hjá þér, Yngvi, svo að það sé tekið fram. Já, ég var að sprella. Við viljum ekkert lasta lénabraskara samt. Nei, þetta eru flottir. Ég er sammálað því, sko. Ég var einmitt, við nefndu að, er þetta ekki alveg svona nett hagkerfi á bakvið þetta? Þú veist, það Jú, algjörlega, sko. Það er bara aðalega sem eru í því nánast allan daginn að hugsa hvaða lén getur verið sniðu og grípa tækifærið þegar eitthvað gerist og skrá lénið þegar eldgosi kom til dæmis og allir að skrá eldgoslén volcano og þetta og hitt sko, og reyna að gíska á hvaða muni vera kallað og hitta á rétta léni sko. Þetta vorum við að taka dæmi hérna rétt á hann COVID sko. COVID, var heyrað þessu. Það var bara eitthvað vesen í kringum það. Það var smá vesen. Vitum við hvernig það endaði? Já, sko, það var gæði sem skráði covid19.is og síðan fáum við bara símtal frá einhverjum ríkisstarfsmönnum sem hafa miklar áhyggjur af því að einhver skráði covid19.is. Við náðum sem betur verið að samfara að skrá bara covid.is. Það er bara léni sem er þið notað. Sem eru þetta bara miklu betra léni heldur en covid19.is. Og hérna það endaði bara þannig? Já, það var þannig. Þetta var ekki covid19.is. Ég sé ríkislögreglustjóri á COVID-19, þannig að þeir hafa örugglega látið knéfylgja kviði og stokkja það líka. Já, þá hefur sá aðli allavega skráða það þá. Einmitt. Það var eitthvað, ég man að það kom einhver frétt þetta, sko. En þetta er náttúrulega eitthvað sem hefði verið hægt að rukka eflaust fyrir, en ég efast samt stórlega að það hefði endað þannig. Já, ég myndi ekkert reyna það með íslenska ríki. Nei, ég er að segja það. Það er punktur. Ég var náttúrulega ekki með spurningalista fyrir, sendingarspurningar, því voru eitthvað búin að preppa, en bara svona on top of your mind. Veistu hvað sá einstaklingur á Ísland sem á flest lén á mörg lén? Það er bara sá einstaklingur þá, ekki fyrirtæki. Þú veist bara einhver einn account sem er skráður, er einhver skráður fyrir 1000 léna eða? Já, það er alveg fyrirtæki skráð fyrir 1000 léna, en þau eru þá flest svona í einhverju þjónustu hlutverki, sko. Þá er þau til dæmis Askjó, Billing til dæmis, Markari, þetta eru svona léna fyrirtæki sem að sjá, ef að til dæmis eitthvað alþjóðlegt fyrirtæki vill eiga fullt af höfuðlénum, .com.is.de, allt saman, þá er það bara með einn sem sér að skrá þetta allt fyrir það og halda þetta í staðan fyrir að vera með aðgang hér og það, skilu. En hérna, ég er ekki alveg með á hreinu hvað er eini svona einstaki rétthafinn. Jón Ólafsson hérna í Vesturbæ, hann á 1400 lén. Já, einmitt. En það eru nokkrir alveg vel duglegir, sko. Er það ekki? Jú. Það er alveg nokkrir svona í kringum 100 lénin. Og hérna, þá er ég að tala svona aðalega Íslendingana, svo eru náttúrulega erlendir líka sem eru að skrá .is lén. Já, akkurat. En það er náttúrulega tæknilega síðan löglegt að vera með einhvers konar secondary market síðu hérna á Íslandi. Algjörlega. En er það til eða? Já, einmitt, ég ætla að spyrja það er þú veist, einhver sem er einmitt kannski búin að kaupa 1000 lén og er bara þar leiðandi með þau 1000 í boði. Já, það hefur verið til. Ég get ekki sagt ykkur hvað það heitir, ég manna það ekki, en það er til dæmis til lén.is til, þar sem þú getur skráð .is lén í gegnum. Já. Er það beintengt við Ísnik þá eða? Nei, það er ekki. Þú veist, það kemur því í rauninni. Þeir síðan bara skrá lénin hjá okkur fyrir því. Já, ég skilji, einmitt. Og það getur hver sem er raun og verið gert þetta. Þú getur skráð hérna .is lénið þitt í gegnum marga aðila. Einmitt, ég skilji. Það er bara alveg eins og öll önnur registri virka, sko. Já, nákvæmlega. Það setur ekki að Premis EHF, þannig að þetta er bara eitthvað íslenskt. Premis er bara íslenskur hýsingaraðli. Já, er ekki hugbúnaðarfyrirtæki líka? Jú, þeir eru sem sagt, voru nokkrir hýsingaraðlar sem saminuðust, þeir svona keyptu upp nokkra. Já, við þurfum að kíkja á það, efni það kannski. Já, bara algjörlega. Acquisitions. Já, svo eru 1984, þeir eru svona stærsti íslenski hýsingaraðli. Já, einmitt. Akkurat. Stærstir í þessum málum, sko. Ég er að velta einu fyrir mér, þú ert náttúrulega með spurningar.
Við kölluðum eftir aðhaldi þar sem við vorum með fabuleiningar. Eitthvað sem þú vilt koma frá þér bara fyrst með þáttinn? Já. Vorum við að skýta á okkur alveg harkalega eða? Nei, alls ekki. Við vorum bara mjög góðir. Takk fyrir það. Þetta var svona eiginlega skemmtilegasta umfjöllun Ísning sem við höfum heyrt. Þetta var eiginlega bara mjög leiðileg umfjöllun í fjölmiðlum. Stundin tekur alltaf sömu fréttin og hver einasta ári sem leggja saman arðgreiðslur síðustu 10 ára. Kalla okkur einangunarpjesa og glæpamenn og henda út í loftið sko. Okkur neitt, en takk fyrir að bjóða mér allavega viðtal til að leiðrétta misfærslunar og þetta það sem svo hættulegt þegar maður leiðrétta aldrei neitt þá það allir að apa eftir hverjum öðrum þegar Stundin skrifa grein eða RÚV fjallar okkur þá googlaðir okkur eins og þið gerðið fyrir ykkar þátt og sjá bara þessar fréttir alltaf sömu rangfærslunar aftur og aftur þetta var svona, það var í rauninni afleiðing, sko ég kallaði það á myrkrahöfðingjana því sko á Google eru þeir málaðir sem einhverju helstu glæpamenn Íslands því að það bara, alla fréttir sem koma þarna upp eru bara neikvæðar sko. Það er svolítið svoleiðis sem að mögulega er það einhver liti okkur að kenna fyrir að hafa ekki kynnt okkur betur en við reynum nú oftast að leiðrétta þessar rangfærslur það er svona, við erum kannski ekki alveg nógu duglegur að auglýsa það sko. Þeir eru allan að duglegir inn á síðunni við tókum eftir því að leiðrétta einhverjar misfærslur en sem sagt á ekki byrja bara aðeins frá byrjuninni hvernig þetta kom til það er sem sagt í byrjun er þetta bara félagasamtök þeir eru bara svona eiginlega félagasamtök tölvunörda þeir eru bara svona tæknimenn og háskólamenn sem eru byrjað að pæla í internetmálum langt á undan öllum öðrum 1986 cirka, þá eru þeir að skrá fyrstu.is lénin fyrstu.is lénin hi.is og havro.is skráða þarna 86 Er Havro síðan þá? Já, Havro voru að vinna í því að senda þá er þetta ekki í interneti eins og við þekkjum í dag þetta er ekki vafri, það er að senda bara IP-pakka og okkur gögn sín á milli Háskólinn og Havro voru að senda einhverjar stoppstærðamælingar og annað slíkt sín á milli sko. Þannig að þetta byrja bara þannig sko. Og þetta heita Surís félagsamtökin sem að síðan heitu Isnet sem að sáum bara íslenska interneti þetta er bara fyrsta íslenska internettengingin og síðan 1995 þá stofnaði sem sagt hlutafélag utan reksturinn sem heitir Internet á Íslandi HF sem er bara sama kennitala og þetta er skráðað í dag og þá verða helstu viðskiptamennirnir á þeim tíma sem voru með internettengingu sem eru háskólinn það er Alþingi, hann er ekki með Alþingin sem við það Kjölfestu hluthafi Ríkisbankarnir og önnur svona og aðrar sko flest ríkisstofnanir og önnur stórfyrirtæki verða hluthafar af Internet á Íslandi bara stofnaðalar Internet á Íslandi síðan upp á aldamótum þá fer bara Íslandssími að safna þessu hlutum og þeir fara bara að kaupa upp 93% af hlutunum í Internet á Íslandi HF bara í kringum .is bóluna já, bara 99-2000 cirka og er að þessu og þeir enda með í kringum 92% eða 93% hlut í Internet á Íslandi HF og þetta er Íslandssími sem að verður síðan Vodafone fjarskipti HF eða ekki Teimi held ég, Teimi HF heitir móðurfélagið og svo breyttist eitthvað var þetta fjarskipti? Þetta var nefnilega, ég veldi fyrir mig er þetta ekki gamli síminn eða? Þetta er Íslandssími, þetta er ekki landssíminn á þessum tíma þá er Isnik, Internet á Íslandi þá er aðalvaran þeirra er internetþjónusta þeir eru bara að tengja interneti hjá fólki þannig að Internet á Íslandi var bara miklu stærra fyrirtæki en það er í dag á þessum tíma og þegar Íslandssími tekur þetta yfir eða eignast ráðandi hlut þá aðskilja þeir lénarsölu hlutan og internetþjónustuna og eftir setjum mikið minna fyrirtæki bara Isnik, Internet á Íslandi sérum bara lénin þannig að það var svarti Pétur að inni á þessum tíma Byrju útskýrðu þetta eða þú veist, .is hlutin var miklu minni, sagði það ekki? Jú. Já, þú veist, í rauninni er það businessin sem þú varst ekki að sækja eftir þegar þú varst að horfa á alltaf að tengja internetið á þessum tíma. Alveg pæling, sko. Og eftir sittur bara Isnik, Internet á Íslandi HF og það er bara lítið fyrirtæki. Þessum tíma þá var Landssíminn, ríkisfyrirtæki, böllindi samkeppni við Íslandssíma og fleiri aðilar komnir inn í internetmarkaðin, sko. Þannig að þeir aðskildu þetta. Og síðan árið 2007 þá kaupir Módernus EHF það sem að myrkvahöfðingarnir kom inn í þar koma þeir inn í þetta en málið er með Módernus Módernus hafði áður selt 20% hlut af bréfum Módernus EHF til Íslandsposts þannig að Módernus kaupir síðan Internet á Íslandi HF bréfin af Teimi HF sem er þá Vodafone
og þannig kemur Íslandspóstur inn sem 20% hluthafi í internet á Íslandi sem það í dag og situr enn svo situr enn, þannig að myrkvahöfðingarnir Jens, Bári og Maggi þeir koma inn með Íslandspóst og þannig verður ríkið aftur svona myndalegur hluthafi í ISNIC. Já, ég skil þig. Þannig að þetta hefur aldrei verið einkavætt. Þetta er ekki eitthvað sem var einkavætt og einhver samningu gerður á milli manna. Þetta er bara Þetta hefur gengið kaupum og sölum. Þetta hefur, bréfin hafa gengið kaupum og sölum. Þetta er alltaf á sömu kennitölu. Þetta er bara internet á Íslandi HF. Akkurat. Skemmtilegt. Ég held sko, ég hafði held ég svolítið rétt fyrir mér síðasta þætti með Þorbjörn Egni. Muni ekki, Jens, dustaði ekki tennurnar, fekk Karius og Baktus. Við erum Karius og Baktus og hann er tannbustinn hans Jens sem við mættum svona aðeins að skrúpa okkur sko. Ég vissi að þetta var rétt myndlíking á þessum tíma. Við vorum bara ekki búin að kveikja. Jens var mjög hrifinn að þessari myndlíkingu. Er það ekki? Það var ekki hrifinn að myrkvahöfðingi að tala. Nei. En þetta var kannski, þú veist, á þessum tíma ekki þá endilega sérstaklega svona valuable hluti af starfseminni. Þú veist, að selja þessi lén. Nei, og bara ef þið hefðu skoðað ársreikninguna aðeins aftar þá hefðu þið séð bara í ISNIC hefur alls ekkert alltaf verið rekið með hagnað. Internet á Íslandi HF var bara í kringum aldamótin eftir að þeir allskildu internetþjónustuna var það bara rekið með tapi. Ég komst bara aftur til 2003, það voru ekki til gögn aftar sko. Ég er með ársreikninga hérna að handa ykkur sem ég get láta ykkur fá. Við líka, ég held við höfum getið okkur til það á þessum tíma, þá var þetta ekkert þessi business sem við erum í dag. Það var ekkert á þessum tíma guttir að allir þurfti að eiga .isli en... Nei, auðvitað ekki. Ég meina að þú veist... Það var vesen að fá .isli sko. Þú þurftir að vera með kennitölu á fyrirtæki og þú þurftir að fá samþykkt. Það er til svona mynd upp á skrifstofu hjá okkur fyrir enda starfsmenni með svona stimpil hafnað. Það var fullt að lénum bara hafnað. Og lénið kostaði 2007 12.450 krónur. Já, er það? Já, þetta var einmitt ein spurning hjá mér, sko, þú veist, af hverju, sko, verðin hafi ekki fyllt verðlaginu, en mér fannst eins og ég hafi séð 2014 að léni hafi kostað eitthvað í kringum 5.000, getur það að passa? Já, 5.980 var verðið okkar lengi. Já, og 6.200 eitthvað í dag. Já, hækkum 5%. Já, þannig að, þú veist, að raunvirði, og ég tala nú ekki ef að nafnverðið var hærra, sko, 2007, en það er í dag. Já. Hversu mikið það hefur rýrst, sko. Já. Þú veist, virði, einstaks léns. Og ennþá fyrir, þá var þetta fylgdi þetta með interneti. Þú fegst internettengingu og .is lén með. Og það var rándýrt, sko. Þess vegna voru bara ríkisfyrirtæki með þetta rán, svo stórfyrirtæki. Sko, sem kemur að þeim punkti, sko, þegar við vorum að ræða í síðasta þætti að þér þótti þetta ódýrt, en þá kem ég með samanburðin við Norðurlönd. Nú er náttúrulega ekki sama fyrirkomulag á Norðurlöndum. Það er samkeppni, er það ekki? Sko, bara annar punktur varandi, bara tala aðeins þetta registrar kerfið. Þetta er rosa flókið fyrir það sem maður þekkir ekki og ekkert skrítið að fólk náðu sig ekki alveg rétt, að þetta er flókið. DNS-kerfið, Domain Name System, þetta er alveg sér heimur bara. Meiri segja forritarar rugla þessu saman, þetta er svona svolítið skrítið. Registry eru við, ISNIC. Það er bara skráningar aðilinn og það er alltaf bara eitt registry fyrir hvert höfuðlín. Það getur aldrei verið tveir aðilar sem línu er skráð í grunninn hjá. Það er bara DK Hostmaster er bara danska registrið. DNIC er þýska registrið. Skilur þú? Höfuðlín er rauninni bara .com er höfuðlín, .is er höfuðlín, DK er höfuðlín. Nákvæmlega. Og svo er þetta bara með lén sem er bara jónpípari.is og svo er þetta með undirlín. Vefverslun.jónpípari.is. Þannig að við rekum .is og ISNIC fær þetta leyfi 1988 internet á Íslandi HF. Nei, fyrirgefðu, Surís félagasamtökin fengu leyfið fyrir skráningu .is lína 1988 og það er Ayana sem er svona reglíga samtök sem að heita núna held ég ICANN. Já, ICANN, maður tengið það. Já, þeir svona, þú veist, sjáum að veita þessi leyfi, gera að sponsorum, skilur við erum sponsorum fyrir .is, manager fyrir .is, en það getur hver sem er skráð .is lén, alveg eins og það getur hver sem er skráð .com lén. Þeir nefndu GoDaddy í eitthvað þetta. GoDaddy er bara risastór endursöluaðili og þeir selja líka margt annað en lén, bara hýsingu og tölvupóstum. Já, bara konum með allt WordPress, einhverja lausnir og tölvupóstum frá Google og eitthvað, svo eru þeir alls þar að klípa af. En .com lén, þau eru öll skráð hjá VeriSign. VeriSign er bara .com registrið. Já, akkurat. Þannig að þú veist, þetta er alveg eins system.
eini munurinn að við erum að leyfa öllum að skrá lénið beint hjá okkur, hjá registrínu, en þau þurfu ekki að fara í gegnum þriðja aðla og heilsulega aðla eins og GoDaddy. Já, einmitt. Það fá allir .is á sama verði, hvort þessum einstaklingar eða fyrirtæki, ríkistofnanir eða heilsulega aðlar. Get ég sem sagt ekki skráð lén hjá Verisign beint? Þú getur það, en það er ótrúlega dýrt. Já, ok. Og flestum stöðum er það bara mjög dýrt eða mjög takmarkað hverjir geta skráð. Til dæmis, flestir eru með kannski, en margir eru með þannig að bara stofnanir, ríkistofnanir geta skráð beint hjá registrínu. Aðri verða bara að fara í gegnum aðra registrara. Já. Skilur við? Já. Þannig ef þið ætlaði að flippa viðskiptamódelin á haus og gera þetta sama, þá myndið þið segja, það kostar 20 skall að skrá beint hjá .is, en ef þú fer í gegnum heildsala þá getur þú fengið þetta á 5 og 9 eða hvað sem hann þolir út af því að... Já, akkurat. Við bara viljum það ekki. Það er ekki okkar identity, það er ekki við viljum bara leyfa hvernig sem að skrá lénið beint hjá okkur. Þessar direct registrations geta verið mjög verðmætar úti í heimi. Þegar skrá lénið beint hjá Denic þá er það 115 evrur held ég. Bara skráningagjaldið og skrá beint á registrínu. Og þannig að direct registrations eru bara mjög góðar og þess vegna fáum við til dæmis bara erlenda kúnum til okkar bara hissa á því að geta skrá lénið beint hjá registrínu. Já, í staðan fyrir að fara í gegnum einhvern bróker eða miðlið. Já, ok. Og þú veist, þess vegna er umræðan það hvort þetta eigi vera einokunarstæð sem ekki, hún er bara tæknilega röng í rauninni, það getur alltaf verið bara einn aðili að skrá lénið í grunninn. Já, skilji. Bara eins og að vera með orðabók að selja orð úr orðabók. Svo er annar maður hinum með gautuna að selja orð úr sinni orðabók líka. Og svo allt í henni skrá 2 aðilar sama orðið. Já, akkurat. Hvað gerir við þá? Hvað skrára? Sko, ef þessi kryptóbóla væri ekki sprungin, væri bara í fullu, þá væru menn núna að segja að við getum leyst þetta með bálkakeðju. Að nota eitthvað svona eitthvað blockchain technology. Já, menna lén, er það ekki bara NFT? Jú, eða þú veist, sem þið eru í rauninni bara upp á gamla mátan, en ef að menn ætlaðu að poppa upp á þetta, þá, já, þið gerir það. Svo eru komið eitthvað sem heitir NFT lén, eitthvað svona blockchain lén, en það er eitthvað svona svolítið flókið, ég kann ekki að skýra frá því, sko. Já. En ok, cool. En umræðan sem sagt það hvort við erum þú veist, í einokun eða ekki, hún er ekki rétt, en umræðan það hvort að ISNIC eigi að vera einkaaðili, í einkaeigu að mestu leyti og rekið í hagnaðarskyni, það er alveg umræð sem er bara álega rétt á sér. Fólk má alveg hafa þá pólitísku skoðun að ISNIC ætti að vera ríkisrekið. Það er allt í lagi og bara það er bara þeirra skoðun. En spyrjið ykkur þá, ef að ISNIC væri ríkisrekið, væri .is lén eitthvað ódýrari? Ég vil ekki sjá það. Þú veist, það er mjög valid punktur, sko. Já, væri það eitthvað betra fyrir samfélagið ef að ISNIC væri ríkisrekið? Við skoðum bara til með skattaspor ISNIC. Í hver skipti sem að algjörlega, þú veist, ISNIC greiðir arð, þá er 22% fjármagnstekjuskattur. Þið hafið borgað þarna stóran skerf. Sko, þetta sem fer á Alþingi, fer þetta beint í Kjarval eða vitið þið hvað þessi peningur fer í? Sko, ég hef heyrt að þetta fari bara í skemmtarnasjóðin hann. Er það? Já. No joke. Já, ég hef heyrt það. Beint í Kjarval, ég er búin að vera að segja þetta hérna. Þú ert á svakalegu rönni núna með... Já. Ég held að ISNIC sé eina félagi sem á Alþingi á hlutabréfi, á þess að þóra fullir það. Já, við ætlum að reyna að finna þið mitt. Já, það verður áhugavert að sjá það, sko. Þið var þetta uppi, sko. Herru, ef þú ert með ársreikningandagur, þá getur við kannski séð kennitöluna sem er skráð fyrir þessu. Já, við kíkjum á eftir. Það var skemmtilegt. Við erum ekki að þylja hann hérna upp í bendi. Nei, einmitt. En sko aðeins út í bara okkar yfirferð og svona aðeins á léttari nótunum kannski. Fyrst þú ert búin að skýra þetta út svona nokkurn veginn á mannamáli fyrir okkur. Þá langar mig að spyrja hérna eins og hálfviti. Listaverkið sem er skráð í efnahagsreikning hjá okkur. Já. Það var eitthvað 1,8 milljón. Kanntu eitthvað frekar deili á því? Þetta er náttúrulega mörglistark. Þetta er ekki eitt. Nei, emitt. Þannig að það er eitt þarna, ég held að dýrasta verkið sé eftir Steingrim Eyfjörð. Já. Og svo er þetta náttúrulega, svo er eins og þið gískuðu á, er auðvitað verk eftir okkar mann Sigur Sævar. Já, það ekki. Auðvitað. Já. Við erum með hund eftir Sigur Sævar. Já. Ok. Þannig að þið eru vel stökkuð upp af listaverkum þetta. Já, ég menn, þú ert alveg skrifstofa á hans að vera með verkið. Nei, það er bara staðan í dag. Svo erum við með ljósmyndir líka prentað á svona ál, rosa flott inn í hérna. Við erum með sal sem við leiðum út, bara fundarsal. Já. Þar erum við líka með bara DNS námskeið og annað sem að, og þú getur leitt hennar sal fyrir ýmsa viðburði. Ég ætla ekki að vera leiðilegur en ég sé mig aldrei sækja DNS námskeið í þessu lífi. Getur útskýrt það fyrir okkur?
Nei, bara ef þú vilt fá hjálp við að tengja lénið við tölvupóst eða vefsíðu. Já, ok, það er þannig. Bara sem sagt fyrir þá sem að kaupa vísninga þeir læra þetta sjálf. Já, og bara þjónustu aðalum til að læra að hitta þetta líka. Já, ég held þetta væri þyngra umræðefni. DNS, ég hef nú eitthvað sýsla með þetta í kringu Netflix á sínum tíma manni. Já, það var eitthvað svona stillingar sem þurft að breyta til að geta fengið þetta. Já, þetta alveg sér heimið, það alveg menn sem eru djúpt inn í DNS og þá hætti ég að skilja, þá detti ég út. Akkurat. En svo annað sem ég langaði líka að spyrja sem kom einmitt fram í efnahagsreikningum og það þessar fyrirfram innheimtu tekjur. Hvað skýrir það? Var það rétt metið hjá mér að þetta í rauninni eitthvað, þetta væntanlega út af því að þið rukkið ekki allt á sama tíma? Já, nákvæmlega. Þetta eitthvað sem að fer fram yfir áramót og... Þetta sem sagt bara, þetta eru fyrirfram gett árgjöld, lén. Þú borgar lénið árfram í tíman og skuldu við þjónustuna árfram í tíman. Já, einmitt. Og skráningar dagsetning lénsins, það er alltaf einn daginn bara. Já, akkurat. Þannig að þú skrá lénið í desember og þá er næsti einn dag í desember. Einmitt. Aha, ég skil. Ok. Skemmtilegt. En annað með verði, bara við förum í verðið aftur. Já. Og við erum að tala um rétt rúman 6.000 kall á ári. Já. Og sumir finnst það mikið að við berðum þetta saman með önnur lén. En þú talar að Ísning að þetta eru premium lén, .is þetta eru premium og ég er alveg sammála því. Af því að ef þú vilt hafa ódýrt lén, þá getur þú skráð ódýrt lén, hvað sem er. Þú getur skráð .com lén á $1. En þú veist líka að ódýrlén eru notuð miklu meira mæli í scam og phishing og alls konar vírusar, alls konar ólögmæta starfsemi, að þeim er alveg sama hvað lén, ef það kostar svona lítið, þá er alveg sama peningi sem fer í lénin. Akkurat. En þeir tímaði valla að eyða kannski 32 eurum í lén sem er síðan lokað á það og þeir missa peningin. Þannig að þetta hreinsar upp svona orðspor Ísning, orðspor.is út á við verður jákvæðara ef við erum dýrir. Af því að þeir bara treysta .is betur. Við viljum að þessi traustveikjandi lén. Já, klálega. En líka eins og með þessar siðferðslegu spurningar sem hafa komið upp, þeir hafi þurft að loka á lénið, ekki? Eins og þarna eitthvað Khalifa.is og svo voru nýnasista. Þetta er náttúrulega bara dæmi orðsporsáhættuna sem getur komið á .is lén að taka bara stansinn, herðu við leyfum þetta ekki. Já, það er það. Þetta er mjög viðkvæð umræða og skipta skoðanir á hvert hlutverk Ísning gæti að vera í svona málum. Já. Við erum ekki dómsvald, skilur. Við erum ekki ákveðendilega hvað er ólöglegt og hvað er ekki ólöglegt. Og við erum heldur ekki í netlögregla. Við erum ekki við förum ekki inn á vefsíður og athugum hvort það sé eitthvað ólöglegt í gangi þessum við eða ekki. Þannig að þið eru ekki beint svona tilkynningaskild, þú veist, þið eru ekkert með einhverja vöktun á einhverju sérstökum orðum sem bara megi ekki. Við erum með ákveðna vöktun, en það er líka bara upp á það, þú veist, til dæmis bara nýlega hafa mörg gömul.is lén verið skráð sem hafa eyðst og þau eru skráð alveg í bölks af erlendum aðlum sem að nota síðan lén, opna tölvupóstfang á lénið alveg eins og tölvupóstfangi sem var uppi áður og kannski er einhver með þetta skráð sem bakka upp e-mail á Facebookinu sínu eða e-mailinu sínu eða bankarinu sínu eða hvað sem er og brjótast hann inn. Þannig að við erum flöggum alls konar svona eitthvað sem fittar ákveðnar kriteríur. En sko Ísning lokaði þarna á Khalifa.is og það var það var mjög umdeilt. Ísning hafa gert það sko. Akkurat. Og þetta er svona bara spurning sem við verum alltaf að vera líka, við erum ekki með eitthvað ákveðið stens, við lokum aldrei lénum eða við lokum lénum eða eitthvað. Við bara metum að hverju sinni. En auðvitað vinnum við líka með bara ef að lögregla bendir okkur á eitthvað og þá sendum við þeim gögnum rétt á hann. Við viljum alltaf að reyna og rétta áskrá að þeir gefa okkur réttar upplýsingar. Það er svona aðalega sem við erum að vakta. En við sjáum bara eitthvað lén skráð og eitthvað bullnafn og bulladressu, þá kannski flöggum við það og biðjum að sannreyna kontaktupplýsingar þar. Þetta verður alltaf að vera erfiðara og erfiðara því fleiri sem að Þessir hakkar eru bara að verða svo snjallir líka. Já. En er þetta algengt, þú veist, að eitthvað komin á borð til ykkar sem er svona stingur í stúfi siðferðið, sko, þú veist, eins og þú nefndir eitthvað ISIS eða eitthvað, þú veist, það er Khalifa. Já, Khalifa, Íslamskar. Og þú veist, eins og rúvararnir sögðu, sko, í Ríkisútvarpinu að það hefur verið lénið is.is. Já. Það hefur verið ISIS, en það er náttúrulega Iceland Seafood. Það er líka þeim fyrstu það. Og þeir náttúrulega leiðir það aldrei. En þetta er væntanlega ekkert eitthvað sem þið eru að þú veist, glímaði á hverjum degi. Jú, við fáum alveg svona tilkynningar hér og þar ólögleg efni, en málið er að við hýsum ekkert efni. Það er ekkert content, þannig að við reynum að beina þeim á hýsingaraðarna.
hafið samband við þennan aðeila, hann að hýsa efnið. Já. Og en auðvitað líka okkar ábyrgð einhver. Við megum ekki alltaf bara henda öllu frá okkur og lýsa engri ábyrgð. Þannig að við viljum hafa réttar upplýsingar rétthafana og allt svoleiðis. Gerum svona tjekk á því og líka bara vinnum með þeim sem að hafa samband við okkur. Já, einmitt. Það þannig. Og annað með verðið, eitt af lokum með verðið. Já, hvað er með það? Það er alltaf sagt að við séum ekki í samkeppni, við getum sett hvaða verð sem er. Þetta er náttúrulega bara alrangt. Við erum bullandi samkeppni við öll önnur höfuðlén. Og 31% af lénaskráningum.is eru erlendaskráningar. Þetta er bara hagnaður okkar. Við erum með 30% hagnað. Ef við værum ekki að selja lén út úr landi, þá verðum við bara reikin á núlli. Það er kannski eitthvað sem einhverju vilja, en ekki við. En það er líka... Já, ég stend með ykkur, það er ekki spurning. Ekki ég, en ég ætlaði líka, þú veist, eins og með þetta, maður hefur svolítið séð þetta aukast núna, .io-lén, verður mjög vinsæl, og núna er komið .tech og fleira. .ai. Já, og það er svona eins og þetta sé að aukast, þessi nýja samkeppni að þú veist, það kom inn í ódýrari lén, þar sem allir stökkva á og gera eitthvað svona. Þeir eru ekki ódýrir. .io eru dýrir. Þeir kosta held ég 60 €. Já, ok, þannig að þau eru dýrar enn .is lénin. Já, þeir eru vinsalir. Þeir eru ótrúlega vinsalir. Þetta var svona með svona tech startup fyrirtækja. Akkurat. Þeir eru input-output eitthvað svoleiðis. Og þeir ná að branda þetta sem bara svona, og identity þeirra var bara tech startup. Þannig að fólk fór að allir tech startups fóru að skrá .io lén bara þegar það var flott. Já, svona móðins. Og fólk treysti því. Þegar fólk hefur séð léni áður, þá treystir það þeim. Það er bara, þú veist, ef þú sér bara einhverja síðu punktur, einhver sem þú aldrei séð áður, þá er svona, veitu, hvað er þetta? En þekkjur það eins og með þetta, segjum bara, við viljum gera .ping, P-Y-N eða eitthvað svona, þú veist, getur bara hver sem er allt í einu sagt, ég ætla að vera register fyrir... Registry. Sko, þetta er mjög flókið. Registry eru með höfuðlénin. Já. Sko, það er alveg ótrúlega, sko, sprenging í fjölda höfuðléna. Og það er bara svona, það er kallað, sko, það er til höfuðlén sem eru country code TLD, CC-TLD, eins og við. Svo er þetta generic TLD, sem er eins og .net, .org, eins og hvað sagði þú á hann? EO. Nei, það er nefnilega, held ég, landshöfuðlén, sko. Tech er nýtt, .tech. Tech, einmitt. Og .Sydney og bara borgir, til dæmis. Nú er það komið. Já, það er komið líka. .Arnar, gæti ég verið með það? Já, en það kostar alveg slatta og þú þarft að fá leyfi frá ICANN og þetta er svona... Þannig við getum séð það í náinni framtíð að þú veist eins og Kópóur fari bara, skráum höfuðléni .Kópóur og fyrir alla litlu businessana sem vil ekki .is lén, kaupið á okkur .Kópóur. Já, ég getur það. Já, ég held það. En það er eitt að lokum sem ég vil samt spyrja. Það eru dæmi, og við tókum það hérna áðan. Já, við vorum að fara yfir erlendamarkaðinn. Já, vorum að fara yfir erlenda, en svo eru líka dæmi um það að aðeilum hafi borist milljónakróna tilboð fyrir .is lén. Áttu einhverja dæmi sem hann okkur, þú veist, eitthvað svona dýrasta lén Íslandssögunar eða... Já, sko, ég er ekki með nákvæmum tölu fyrir ykkur, en ég held að frægasta dæmið sé lénið this.is. Þetta er svona flökkusaga sem er samt sönn. Að stór erlendur aðili, bandarískur aðili, hafi boðið rétt af að this.is, sem er Íslendingur, eitthvað í kringum $500,000 eða $1 million. Það er svona verð sem maður hefur heyrt. En ég veit ekki, ég sannlega ekki dýra henni gett það. Sorry, ég datt út, þú sagðir hvað mikið? $500,000? Það er talað sem ég hef þetta. Og sá aðali neitaði. Og sá aðali á lénið this.is enda á í dag. Nei! Það er í nokkuð vissum. Íslendingur sem sagt. Þetta er svakalegt, maður. Ég nefnilega, sko, ég datt út því ég fór bara strax, hver á what.is, who.is. En hérna er mitt, who.is er skráð í Denver. Við þurfum eiginlega að ná öllum þessum nöfnum, þessum ensku heitum.is, áður við gefum þáttinn í loft. Heyrðu, ég hef náttúrulega, hafi ekki heyrt, þetta er náttúrulega frábært, hver á pen.is. Núna er dotnir í svona Lena Brandara, Arnar skrifaði þetta. Pen.is. Jenis. Það er ekki langt síðan þetta lén var skráð, sko. Þetta lén hefur verið skráð nokkuð sinnum. Ég er tekinn beintinn á 6.is. Já, gat nú verið. Adam og Eva, já. Akkur enda ég alltaf í þessu. Já. Penis. En þannig að já, svona $500,000 til $1 million. Á núverði þá 70 til 140 milljónir króna. Þetta er náttúrulega bara einhver saga. Við kannski bara fá hennan rétt á það í viðtal, sjá hvað hann segir, sko. Það væri gaman að kanna það. En ég held að svona opinbera talan, hæsta sem ég hef heyrt, 10 milljónir. Það var sem sagt TM,
TM.is það var dómsmál líka það var 12 miðlun sem átti TM.is og TM tryggingafélagi keypti það af þeim á 10 milljónir bara fyrir lungu síðan sko þetta er líka annar punktur, sorry ég er að kveikja á mér núna, það er búið að vera held ég eitthvað dómsmál, einhver 2 fyrirtæki í samkeppni þar sem að samkeppnisaðilinn á lén hins fyrirtækisins en hefur held ég neitað að láta hendi eða fært rök fyrir að þeir séu með svipað umboð fyrir einhverja vöru algjörlega hefur þetta, veistu hvað er kannastu við Orka.is, þetta ekki tala um það ég maður ekki, nei, þetta er einhverju 2 verktakar minni mig En já, bara þú veist það eru nokkur svona dæmi sko. Já, það eru mörg svona léna Ég held að fiskikóngurinn hafi verið í deilum léni heitir Potter.is og það, menn deila alveg lén og eðlilega, þetta er mikilvægt Já, klálega, auðvitað, bara mikilvægur innviður í starfsemi fyrirtækja og líka því eldra sem að lénið þetta er því verðmætara er orðið þú veist að þú ert aldrei að fara að segja upp lénið sem út að eiga 10 ár og fyrirtæki kannski heitir sama nafni og þú ert með allt mert þessu léni og allir þekkja það þess vegna eru registrarnir stóru eins og GoDaddy þeir rukka alltaf meira og meira með hverju árinu eftir því sem það eldist renewal fee verður alltaf meira Yngvi var einmitt að tala um það áðan að hann keypti lén fyrir $20 sem er núna sko Já, þeir eru með valjú á því sem $1100 og hvað rukkaðir fyrir það ári? Hann er þetta helviti góð punktur ég held þetta sé eitthvað $20 eða eitthvað en það bara í sama Ég þyrfti nú að kíkja á það er ákveðs punktur sko. Ég þarf að fara að losa þetta Ég verð að koma með eina spurningu, þú nefndir TM vorum að nefna líka áðan að sko öll 4stafa.com lén í heimi eru tekin mér minnir að það séu einhverju 500.000 möguleikar eða eitthvað 2 stafa lén á Íslandi þekkjur það, er það allt þau eru occupied ég held að það séu öll occupied það er svoleiðis en svo náttúrulega getur blanda tölustöðum inn í þetta líka og bandstrík þú getur ekki enda á bandstríkir reyndar en svo það eru ennþá laus þryggjastaflín og þeim fækkar hratt nú er bara að fara að leita endilega kíkið á Ísling.is og skrifið þryggjastaflín það er brilljant, við förum beint í það en Þór Jensen frá Ísning, bara takk hérlega fyrir komuna Takk fyrir að fá mig og þá segjum við bara lokið inn í dag við verðum aftur með ykkur næsta þriðjudag og bara þanga til þá verið sæl og góða helgi